Bæjarhátíð Grindvíkinga sjóarinn síkáti. Hátíðin fer fram nú helgina 3. til 5. júní. Sjóarinn síkáti fagnar 20 ára afmæli í ár og verður mikið lagt í hátíðina og þar verður barnadaskráin í öndvegi. Þó svo aðaldaskráin sé helgina, þá hafa staði yfir viðburðir alla vikuna eins og til dæmis götuhlaup sjóarins síkáta þar sem þessar myndir voru teknar. Sjóarn Víkurhetta ræddi líka við fólk í hlaupinu. Þetta götuhlaup sjóarins síkáta sem árleg viðburður í tengslu við sjómældarshátíðina. Þá hlaupum við 5 km niður á bryggju og sjálfsögðu og þá þefum aðeins á fjörunni og bátunum og síðan aftur upp í íþróttamiðstöð. Nýju glæsilegu íþróttamiðstöðin okkar í Grindavík. Hvaða hlaupadella þetta í þér? Þetta ekki svona eins og gerist þegar menn verða fertugir og þá fara þær eitthvað að hreyfa sig og fyrir svo þau sé standi fyrir 50 ára skoðun. Ég svona aðeins fann að hreyfa mig aftur og það mjög gott. Ertu búin að vera að taka þátt í einhvern svona lengri hlaupum? Nei, ég einu sinni hlaupi hálfmaraþon og svo hljópi ég núna Hvítasunnu hlaup Hauka sem mjög skemmtilegt. En ég að æfa mig fyrir Jökulsárhlaup. Nú framundan mikil hátíð sjóarins síkáti. Já. Hvers vegna á fólk að koma til Grindavíkur? Það náttúrulega bara til að upplifa þessi stemmingu. Þú upplifir ekkert svona sjávar menningar stemmingu í nágrenni við höfuðborgarsvæðið annars staðar en hér. Þannig að koma svona á bilinu 15–25.000 manns, fer til veðrinu og veðrið lítur vel út, þannig að við höfum von á fullt af góðum gestum. Og bara nær fólk að skemmta sér og sérstök áhersla á barnamenninguna núna í tilefni 20 ára afmælis hátíðarinnar og 60 ára afmælis sjómanna og vélstjórafélagsins. Þannig að það svona sérstaklega vel í þetta lagt núna. Þannig ég hvet fólk til að koma og taka þátt með okkur. Það mikil hátíð framundan hérna í bænum. Hversu á fólk að koma til Grindavíkur helgina? Af því að það verður til að byrja með bara geggjað veður held ég og útrúlega flott dagskrá, sérstaklega sýnist mér fyrir börnin sem við erum alveg búin að fara yfir dagskrána fjölskyldan og ákvaða hvað við ætlum að fara í og maður náttúrulega núna komið fjölskyldur sérstaklega þessu fyrir krakkarna, þannig að þeim finnst þetta ótrúlega gaman, gefið þeim mikið að koma einhver tívolítæki og bara ótrúlega gaman. Náttúrulega gaman að fara í skrúðgönguna á föstudagskvöldinu þar sem hverfin labbar saman í götu og skemmta sér og byggja upp ball og svo skiptum við þessi pallaball sem ég held ég færi nú því miður ekki á þetta skiptið en það verður örugglega stús þannig að það eitthvað. Þú ert ekkert orðinn gamall fyrir palla? Nei, það enginn gamall fyrir palla sko. Hvað ætlið að gera skemmtilegt á sjóarinu síkáta? Það bara það hefðbundna, ég ætla að taka þátt í og vera með björgunarsveitinni í að stjórna hátíðahöldum kringum sjómátæði. Eins og ég búinn að gera undanfarið 30 ára eða meira. En þú María? Það reynir bara að kíkja eitthvað viðburði, ég ekki alveg búinn að ákveða. Það ýmislegt að vera? Alveg heilmikið. Það er nóg fyrir alla, Eitthvað fyrir alla? Já, það kraftakeppni, það eru kappróður, kottaslagur og svo bara fullt af listviðburðum og annað sem að Flott barnadagskrá. Ýmislegt í boði, eitthvað fyrir alla. Hvað ætlar Þorsteinn Gunnarsson að gera á sjóarins síkáta? Ég náttúrulega bara að vinna. Alltaf sólarhringinn nánast en jú, maður reynir að skemmta sér eitthvað, maður fer á tónleika og bryggjuballið náttúrulega og svona reynir að gera, þetta er mjög skemmtileg helgi þótt maður sé að vinna því að maður er að reyna að gleðja bæjarbúa og í því felst náttúrulega að maður er svona að reyna að gefa af sér. Með hverju mælirðu fyrir utanbæðarfólk sem kemur hingað? Hvenær ætti það að koma? Það er sjálfsér gaman að koma á bryggjuballið á föstudagskvöldinu. Það er svolítið mikið stemning, þetta er svona grindvískt kvöld þannig að það er svolítið gaman þeir sem finnst gaman að stúdera fólk að finna Grindavíkur stemninguna. Og svo myndi ég mæla með því bara að koma bara í fyrrafötuna á laugardeginum því að dagskráin er alveg frá morgni og alveg fram eftir degi. Það er svona barnadagsskráin byrjar svona upp úr 1 og er fram eftir degi, keyrir manna mjög stíft þannig að finna allir eitthvað við sitt hæfi og sunnudeginum bara líka vera á laugardeginum er skemmtisiglingin sem er mjög vinsæl og það fari á 2 fiskibátum út fyrir höfnina og aðeins út að sjó og tilbaka svona klukkutíma sigling, mjög skemmtilegt. Og á sunnudeginu, sjómannadeginum, þá náttúrulega kemur Ólafur Ragnar og flytur hátíðisræðuna en ég er persónulega voða hrifinn af og stoltur af það sem við byrjum á í fyrra. Þá vorum við með fiskabúr, stór mikil sem við fengum Gunnar Kavara með okkur í lið og fleiri fyrirtæki til að finna krabba og fiska og svona
og þetta sló alveg í gegn og við verum áfram með þetta og bætum meira sig aðeins í, þannig að það er líf og fjör alla helgina.